Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við höfum svolítið verið að fjalla ríkisútvarpið hérna við Rauðaborðið að undanförnu og gerum kannski enn meira að því. Og við ætlum alltaf áfram núna í kvöld og hingað er komin Ragnheiður Gyða Jónsdóttir. Kvöldu ekki, eða ekki? Jú. Það ekki alltaf að fylgja svo fólk tengi? Já, jú, og svo heiti ég líka Ammaki. Já, svona síðar ára. Já. Herðu, þú ert ekki, já, þú ert starfar í ríkisútvarpinu. Þú ert alveg upp í ríkisútvarpinu. Ég fæddist í ríkisútvarpinu. Þú fæddist í ríkisútvarpinu. Ég fæddist í húsnæði sem ríkisútvarpið hafði á leigu á Klapparstíg 26. Þar voru leiklistadeild og fréttastofa og íbúðir sem að á efri hæð, þar sem að starfsmenn sem voru að bíða eftir íbúð, nýjum íbúðum eða reisa sér hús, fengu inni og þar fæddist ég, heimafæðingu. Þetta er svona hótel eða gistihús í dag? Já, á hótelinu á Klapparstíg, já. Það sem að einu sinni var bíóbarinn á neðstu hæðinni. Akkúrat. Mikill bar á sínum tíma. Ó, já. Þannig að ríkisútvarpið er fyrir þig kannski eitthvað annað en mig. Já, sem að var bæði kostur og líka galli. Ég var sem sagt, pabbi minn var ekki bara þulur, hann var líka fulltrúi á tónlistardeild og fulltrúi á leiklistardeild. Þannig að ég var snemma barnið í leikritum, uppteknum leikritum og ég man eftir því, þá vorum við komin á skólagötuna að ég var að leika litla stelpu, ég man ekki hvaða leikriti það var og mikrofónin hann hékk neðan úr loftinu. En ég var svo lítil að Helga Valdísdóttir, leikona, þurfti að halda á mér svo að röddin kæmist inn á bandir og en ég hafði áður komist í blöð vegna hljóða úr mér. Ég fékk oft að fara með pabba þegar hann var að lesa fréttir, bæði í hádeginu og stundum á kvöldin. Varstu ekki alltaf stillt? Ég var fyrir slísi. Og meðan að hann var að lesa, þá voru fréttamennirnir þar, Túli Smith og Heinzi Ottós, fóstur mínar, sáu mig. Og léku við mig, gerðu pappírsflugvélar og sögðu mig sögur og svo framvegis. En einu sinni, þá varð ég fyrir slísi. Ég hljóp inn á klósett en náði ekki að opna. Og þá hljóp ég grátandi á gólandi upp að fréttastúdíónu og einangrunin var þá ekki betri en svo að gólin heyrðust í útsendingunni. Og Jökull Jakobsson, hann var blaðamaður á Tímanum þá og hann skrifaði útburðarvælir á nýju fréttastofunni og pabbi svaraði honum, sagði vissulega hefði þetta verið vol og væl og útskýrði hvað hefði komið fyrir mig. Ég hefði sem sagt pissað í buxurnar sem fyrir stúlku sem var hætt með blei var ákaflega mikil skam. Og hann útskýrði þetta fyrir mér og sagði þetta vissulega hafi verið væl og vol en þetta hefði verið dótturna sem hefði orðið fyrir slysi. Nokkrum dögum seinna kom Jökull og ljósmyndari frá Tímanum og færði mér dúkku og Jökull baðst afsökunar og þar með var það mál búið.
En svo sem sagt var ég þarna, ég var bara þarna húsgagangur og ég, þegar ég komst í eða sem sagt byrjaði í skóla, í miðbæjarskólanum, að þá gat ég keypt vináttu, stóru stelpnana, í eldri bekkjum, með því að segjast þurfa að fara niður í útvarp að hitta pappa. Og taka það með. Og taka það með af því að það langað svo mikið að sjá raddirnar. Ég græti tölvert á því. Það er svona það markaðsynniðasta sem ég hef gert ævina. Og þetta er svona, þegar þú ert í miðbæjarskólanum, þá er hvað sjónvarpið ekki komið. Þetta þegar útvarpið er eiginlega... Já, ég er sem sagt fædd 57. Það er rétt sleppur hann. Það er rétt sjónvarpið að koma. Já. Hérna, að því verðum að fjalla svona útvarpið og hver er tilgangur með því og hérna hvernig það stendur sig í dag. Hvað er þetta útvarpi á þessum tíma? Hérna, hvað var þetta? Var þetta verið að boða út hérna, já, bara stefnu stjórnvalda og segja fréttir? Skilningurinn á ríkisútvarp var svolítið mismunandi. Til voru þeir sem töldu þetta merkja útvarp ríkisstyrns og þá túlkaði alveg í það að vera útvarp ríkisstjórnarinnar og stjórnmálana. Og ekki bara hér, heldur víða annars staðar. Já, víða annars staðar. Þetta var vandi að vita hvaða fyrirbrigði þetta var. En pabbi hélt því alltaf fram að þetta væri ekki alls ekki, ég er bara alveg fyrir það, þetta væri ekki svoleiðis. Þetta væri útvarp þjóðarinnar. Og þannig ætti það að vera. Og svo fór ég, sem sagt, eftir því sem ég... Pabbiðinn var bara þulur og fulltrúi, þannig hann réði ekki hvað útvarpið var. Já, og ég man eftir... Var útvarpið eitthvað annað en hann vildi, eða? Já, sko, manst eftir að, að Megas hefur rifjað upp að Jón Múli hafi ekki viljað spila fyrstu plötuna, Millilendingu. En það var ákvörðun annarra. Og pabbi var ekki meira á móti Megas en það að Megas hafði sendt honum plötuna. Að úr því að það mátti ekki spila niður í ríkisútvarpinu, þá færði hann okkur systrumanna gjöf. Það er óhætt að við sem sagt hlýddum á hans kunst. En Megas fór ekki út á öldur ljósvaka, sem svo sagt. Nei, ekki frekar, þú veist, þetta var svo plain þannig, það var ekkert verið að skoða mikið, sko, býtu, er þetta ekki fínt? Og ég man líka eftir því þegar umræða pappa kom upp í útvarpsráði að þá vildu menn margir meina honum að lesa fréttir af því að hann var náttúrulega yfirlýstur sósíalisti ef ekki kommunisti og stalinisti en það var náttúrulega þingaskur þjóðskur. Þannig að fréttirnar þegar hann las þar það fengu aðra merkingu. Já, sérstaklega fyrir þá sem þekktan, þeir vissu hvað línan var. Sko, það lærði maður. Það var nú leikur, ég man að þegar ég var bara barn, það var svona leikur á því að lesa í tón Jóns Múla. Já. Þegar það var 1. maí eða var að kynna eitthvað sem að maður hafi grunum að honum var ekki vel við og þetta var svona kremlológía sem að vera að lesa í tónin. Já. Og líka hvernig hann lesi tónin. Og músíki sem hann valdi á eftir eða undan dagskrárliðum. Já.
Þóttu verða gríðarleg merking, þrungi merkingu. Já, þetta var og þetta gekk yfir fleiri. Já. Ég meina, það var ekki sama hvað var að spila þegar Keflavíkurgöngur voru í gangi. Þá voru menn ásakaðir að Ít undir göngu. Já, Hermanns andstæðinga. Þú veist, þetta var svona. Já. En ég meina, hvernig er þetta núna? Ég veit ekki. En þetta kannski vegna þess að ég spurði þetta með hvað á Ríkisútvarpið vera og það vera fulltrúi ríkisins sem þá ríkisvaldsins. Því að hann Adam Curtis sem gerir heimildamyndi fyrir BBC, eða gerði allavega. Hann orðaði þetta eitthvað svona að að þegar BBC var búið til að þá var þetta ríkisútvarp og fólk mata sem svo að það ætti þá að básúna út stefnu stjórnvalda sem að þjóðin kaus í kosningum. Og ekki bara básúna, heldur styðja. Styðja, alveg bara einarlega. En síðan kemur 68 eða það tímabil og þá verður svona lýðræðisbylting bara í alls konar, í háskólunum og hver á að stjórna og stýra. Og það verður í fjölmiðlunum út í heimi, fyrst og fremst, að þá verður það metið svo að nei, við höfum ekki að básúna stefnu stjórnvalda, heldur eigum við að segja frá þjóðinni, hennar afstöðu og þá er svona hugmyndin að þetta búa til rödd fyrir allan almenning. Sem getur verið í mótvægi við rödd stjórnvalda. Já, þetta var mjög hægt að koma hingað. Mjög hægt. Já. Og það tók langan tíma að koma því inn hjá dagskrárgerðar mönnum og hvort sem þeir voru fastráðnir eða lausráðnir að hlutverk útvarpsins það væri þjóðarútvarp og því bæri að upplýsa, skemmta og með tímanum að tala ekki bara beint út sem sagt það sem að stóð í bókum eða blöðum eða hvað sem heldur prófa að skekkja myndirnar aðeins. Svo sem væri hægt að komast svolítið öðruvísi að því. Og það er nú oft sem að fjölmiðlum fjallar þetta, hún má ekki vera of þú þetta skemma að hafa eitthvað titring í þessu. Það verður að hafa titring í því og það verður að og bara alls konar svona smáatriði, hvernig ætlar að nota tónlist með? Ætlar að nota hana upp á móti dagskrárgerðinni eða með henni eða bara svona smá punt og ekki á mikið á henni. Og svo var það annað, ég náttúrulega alin upp af þul því að foreldrar okkar skildu og löngu seinna giftist eða kvæntist pabbi Ragnheiði Ástu, samstarfskonu sinni og þulir skilgreindust í þannig að þeir ættu ekki að tala í persónufornum. Þetta er ekki ég sem að tala í útvarpið. Það er ekki ég sem að tala í útvarpið. Þetta er ég í hlutverki sem mér falið. Já. Þetta er ég kalli þetta svona sannlega segi yður. Já, nákvæmlega. En þeir væru ekki... Tekur á sig guðlega stöðu. Svona nokkurn veginn, en þeir væru ekki og ekki ávarpa hlustendur þú eða svoleiðis. Og þetta var mér mjög erfitt, mjög lengi, því að þannig að ég alist upp þetta. Og að þú ættir að mæta sem bara aggi í þáttinn, en ekki í einhverju hlutverki. Nei, og ég mætti ekki vera ég persónan ég. Nei. Ég væri bara að segja sögur. Já. Við erum svolítið að velta þessu fyrir okkur við Rauðaborðið, að hver er ég sem er að spyrja. Og stundum er ég í svona jakka sem er með merki Sósíalistaflokksins. Og það er bara þannig að ég get ekki farið úr persónu minni og ég þessi hugmynd að fjölmiðlarnir ættu að mæta fólki í þessari svona predikunarstónum, sannlega segi yður, eins og að við séum í einhverju hlutverki umboðin að vera með sannleika sem er upphafin upp úr mannfélaginu, að við erum í svolítið bara í andstöðu við það þessi hægt yfir höfuð. Í þess vegna er svo mikill fengur að sástöðinni.
Já, en útvarpið í þessu bara sér fyrir það Boga, hann akkurat í þessu hlutverki þegar hann segja fréttirnar. Já. Hann að reyna að segja fréttina og sannfæraðu að þetta staðan í Úkraínustríðinu. Já. Eins og það sé ekki óljóst. Veist, já, bara hræðilega flókið og eins og opnar langar sögu. Eins og Gaza og sjáðu Súdan núna. Eins og sé verið að reyna að setja upp á fólk ykkur að vissum þetta sé allt í lagi. Einkanlega í þessum efnum. Já. Og bara hættulegu efnum. Sko. Og svo sögu mannkyns yfirleitt svo nauðsynlegt að skekkja myndina. Pínu lítið. Svo að þú sagðir einhvern tímann að eða skrifaðir, ég man það ekki, að öll endum við í þjóðlegum fróðleik. Var ekki rétt? Já, mennar svona sem áhugaefni Já, ég held að sé okkar þráður svona íslenskur, þetta sömuleyti svona þjóðhyggjuleg afstæða. Já, ég var... Þú sér það með höfundan okkar, að þeir neyjast oft í þetta, Einararnir og þú sér þetta bara. Og ég meina, Thor Vilhjálmsson sjálfur. Já. Úr fullkomnum módernism og endar í þjóðlegum fróðleik. Já, en svo svo fór ég meira svona yfir í svona sagnfræðilega hluti. Ég ekki sagnfræðingur og því alltaf voða fegin af því að þá var svo auðvelt að skekkja myndina. Koma með aðra sýn eða ólíkari sýn eða frá öðru sjónarhorni en það sem stóð í bókum. Að hugsa dálítið sjálfur og tengja dálítið sjálfur og bara á mannamáli. Og valdur þá sögulegt efni vegna þess að það var svona öruggara svæði frekar heldur en samtíminn. Sko. Að þú gast svona leikið og búið til ólíkari sýn á söguna heldur en að væri ómikið svona vesinn að gera það samtíman inn í ríkisútvarpinu. Því það stutt í að fólk hringi og kvarti bara yfir að sé farið af línunni. Ég glemdi að segja þér, ég var líka símastúlka. Og hlustar á Ég hlustaði á fólk sem hringdi og svaraði í síman alltaf og svaraði fyrir þér og svo hlustaði einhverjum á kvöldvöktum, þá hringdi oft fullorðið fólk. Og svona kvartaði yfir einhverju sem að betur mætti fara. En svo kom bara í ljós. Þetta fólk var einmann. Vildi bara tala við einhvern. Tala við ríkisútvarpið. Já. Og ríkisútvarpið var félagið þeirra. Já. Sem að sumulitið að það sem að útvarp gerir betur en allir fjölmiðlar, held ég, miklu betur en sjónvarpið. Að verða svona eins og eitthvað svona félagi. Já. Þú hlustar og Já, þetta bara persónulegt samband. Já, þess vegna vildi vinkonum þín að koma og sjá Jón Múla, sjá röddina. Því það var nú aðalega, sko, það hafði nú séð hann bara í blöðum, en það var til dæmis, Jóhannes Arason, sem þær hafði ekki séð, og líka bara fólki sem vann þarna. Herðu, en það sem að mér langar til að gera með því að tala við fólk ríkisútvarpið að skilja svona átökin í kringu það. Og við nefndum hann eina svona línu sem það á ríkisútvarpið að vera rödd stjórnvalda eða rödd almennings og hvernig getur ríkisútvarpið þá skilgreint rödd almennings og þá komum við með það að sé bara einhver möguleiki með tækni fjölmiðlunar að gera það. Það bara, ef þú passar það upp á það og góður í ritstjórn, þá getur þú búið til eitthvað vettvang sem að sækist eftir því að ná inn röddum almennings inn í frásögnina, eða ekki? Jú. Já. Bæði röddum almennings og þar sko segulbandasafn útvarpsins dásamt. Langt aftur í tíma. Eða sem sagt. En í þessu felst sem að kemur líklega erlendis frá, svona hugmyndun svona frjálsa fjölmiðlun. Þegar DFF stofnað þá heitir það frjáls fjölmiðlun. Og þá það verið að rífa sig frá flokksblöðunum var þetta hort svolítið til og síðan var ríki náttúrulega hluti að valdi í flokkana þannig að fjölmiðlarnir reyna að búa til svona sjálfstæða mynd en að þú ert að tala að með þulina hvernig þið tala og í hvað hlutverki og þá það líka sem að verið með ríkisútvarpið ef við bara gleymum ríkinu að ríkisútvarpið eigi að gæta íslenska menningar og íslensk menning sé eitthvað tiltekið
og eigi að vernda íslenska menningu. Þannig að íslensk menning sé eitthvað ákveðið og eitthvað tiltekið og Ríkisútvarpið eigi að hafa þar. Annað ógn við menninguna og það kemur að plötunni hans Megasel. Hún var skilgreind ekki út frá ríkisvaldinu, heldur út frá okkur hugmyndum íslenska menningu sem ógn við menninguna og við mættum ekki spila hana. Og þetta líka þráður sem hefur elt Ríkisútvarpið alla tíð. Þegar að þjóðarþel var í smíðum, það var siður á kvöldin að lesa Íslendingasögur. Þegar þjóðarþel var í smíðum þá ákváðum við Anna Margrét Sigurðardóttir og Margrét Oddsdóttir og ég að þetta ætti að vera smá öðruvísi. Það ætti bara að lesa svona í 15 mínútur úr hverri sögu og svo myndum við Anna Margrét fara á stúfana og ræða við fræðimenn og áhugamenn efni sagnana eða atburði eða fá útskýringar en ekki fræðilegar. Sem sagt, fræðilegar en það að vera svona á mannamáli. Við þyrftum að taka Íslendingasögurnar neðan úr hillunum og lesa þær og skilja þær aðeins eða skilja þær meira eða betur og þetta gekk ljómandi vel. Og var lengi þetta, var þetta ekki aftast í Víðsjá hérna svona á 10. áratugum? Jú, það endaði þar og svo þegar Víðsjá var breytt og fekk lengri tíma að þá var hluti af þessu inn í henni og þá var farið að lesa líka sko Laxness og fleira og svo var hann styttur aftur tíminn og þá bara slaufuðum við þjóðarþeli. Þetta var svona hluti af svona vilja Ríkisútvarpsins að vera svona menntastofnun. Já, og ekki bara svona graf alvarleg og... Nei, ég man alveg eftir þessu, þetta var mjög áhugavert, það var lesnir upp kaflar eða svona bókir var lesin hægt og bítandi í gegnum þættina. Síðan kom ólíkt fólk og ræddi það frá ólíku sjónarmiði. Já. Og fyrir nú utan að að baki okkar tóku fræðimenn þátt í að hjálpuðu okkur við að finna fleti. Bent okkur á. Já, þannig verður þetta oft. Eins og stefnum út eitthvað, það er margir sem taka þátt í. Nei, þetta var svona hluti og það er eitt er að lesa bók en svo er annað að fjalla hana og svo þriðja er svolítið að segja okkur frá því af hverju bókin er áhugaverð. Það gleymir stundum. Það er ekki nóg að stilla bara upp. Svolítið líka verið að velta þessu fyrir okkur að stundum þarf að segja af hverju. Já, vekja athygli á af hverju hún þykir svona. Af hverju eitthvað er merkilegt. En ég vil líka taka fram sko, það að ég fer úr ég var dagskrárfulltrúi búin að vera og svo ákveð ég náttúrulega ég var búin að læra fullt sko, ég var búin að læra því mikið af Ævari Kjartansen, ég lærði svo kom Stefán Jón sko eins og svona stormsveipur úr náminu og maður lærði töluvert á honum líka og við vorum senda alls konar námskeið og það var kallað í erlenda útvarpspródúsenta að halda á námskeið með okkur og svo fer ég til Frakklands þegar það rennur upp fyrir mér í ljós að mig vantar svolítið fræðin svo ég fer trú mínum uppruna í nám í hugvísindum og samskiptafræðum við Parísar háskóla númer 10 í Nanterre og fer í sömu deild og Rauðidanni
hafði verið í. Trú upprunanum, sko. Já. Þar var gaman að vera og margt og merkilegt lært, en smá saman, það var aðalega, það er svo hlægilegt að segja þetta. Ég var eins og lesti próf í tölfræði á öllum hlutum í Bóborg, og sem sagt Pompidou-safninu, almenningsbókasafninu þar. Og var að leita svona skýringarritum og bókum og álpaðist inn í sakfræðideildina. Og þar komst ég í feitt og ýtti bara tölfræðinni til hliðar og fór að gera þætti ýmislegt sakfræðilegt. Ég gerði þætti Clovis kóng sem að og Klótið til drottningu hugsanlega ferð Kára frá Normandíströnd til Rómar, hvaða leið hann hefði hugsanlega farið, og þú þekkir það nú hvernig þetta voru svona eins og sólarlandaferði nútímans. Menn gistu í klaustrum og kynntust öðrum og hittu ýmislegt fyrir á leiðinni. Og mér var það ljóst og læknuðust á leiðinni. Fundu núið. Já, bæði núið og sig. eða losnuðu við sig. Eða gáttu laga sig til. En það var mér ljóst, og þetta var svo hlægilegt. Sko, ég var að leita bók, og þetta var páskaleitið, og það skein sól í gegnum glerið á Bóborg og skein svona beint í augun á mér, og þá allt í einu fattaði já, ég er ekki bara ég er samsam af öllu því sem kom á undan mér. Ég er þar af leiðandi hluti af keðju mannkynsins. Og ekki vitrun. Þetta var eins konar vitrun, og ég einhvern veginn svona af því ég á mjög erfitt, sko. Ég ólst upp í Þingholtunum þegar að pappa og mamma fengu íbúð þar. Og þegar ég var 6 ára þá byrjaði vinkona mín, sem var ári eldri, í miðbæskólanum. Og ég vildi fara í miðbæskólanum eins og hún. En skólastjórinn réð pappa og mamma frá því að setja mig svona á undan undan öðrum. Og ég brjálaðist náttúrulega. Og úr varð að ég var send í aðventistarskólann í Ingólfsstræti. Og þar var nú aldeilis kristnin tekin inn, sko. En mér reyndist alltaf svo erfitt að trúa. Ég hafði svo gaman að þessu, mér fannst dæmisögurnar dásamlegar, ég lá í þessu, safnaði biblíumyndum, svo var Betaní hérna rétt hjá, þar var ég í kórnum, Hjálpræðiserinn, KFK og M. Allt gott og spennandi og gott fyrir annað fólk, en bara kom ekki til þín. Þó ég dáðist af persónu Krists, þá gat ég ekki trúa þessu. En þegar þessi upplifun kom, og svo önnur í Luxor í Egyptalandi, að ég væri löngu seinna, að ég væri líka hluti af öllu því sem þar hefði gerst. Hvort sem það var pólitík eða trúmál eða nefndu það. Það væri þetta geymt í mér. Ég náttúrulega las þetta í djöfulmóð. Og þess vegna get ég kallað þetta vitrun, vissulega, því að þá sættist ég við að geta dáðst að þessu,
fundið einhvern svona djúpan sannleika í því, þótti Friðrik á upprisu Holtsins og eilíft líf og safnuðu inn á Þjóðkirkjuna og nefndu það. Þú samt tilheyrir þessu öllu? Ég tilheyrir þessu öllu og ég afrakstur þess. Allt sem hefur áður verið og hvað stendur í predikarum? Og ég meina, þetta í bakbókunum okkar. Við vitum mismikið það. Svo það líka sem að tengist að því að orðið þetta svona. Og útvarpið svolítið sérstakur miðill. Því að stundum hann svona persónulegri heldur en til dæmis sjónvarp og svona. Sjónvarpið meira að minna sín okkur en í útvarpið þá höfum við bara þessa rödd. Og einhver leiti þá að því að einhver leiti mannfélagi þannig að þú getur farið hérna í gegnum ævina og reynt að skilja heiminn og stöðu þín í heiminum og þú ert bara sjálfstæð vitund. Svo ég bara í sama verkefni annars staðar og ég líka sjálfstæð vitund og okkar sýn á heiminn getur skarast og verið einhvern veginn lík en hún einstök. Við erum einstakar einstaklingar. Við erum sjálfstæðar veraldir, hvert fyrir sig. Og svo erum við stundum að reyna að búa til á milli okkar eitthvað svona sameiginlegan skilning og eitthvað svona sameiginlegan vissu. Mætast einhvers staðar. Eða búa til eitthvað víravirki sem eiga ná utanum. Okkur bæði eða okkur öll. Eða stundum verður það sem upphafinn raunveruleiki og missir þessi tengsl við einstaklingana. Og sumuleyti eru fjölmiðlarnir að fást við að básúna einhvern veginn þess að við vorum að tala áðan, hann að sannlega segja yður, svona veruleika sem æðri okkur eða yfir okkur. Sem ósnertanlegur. Ósnertanlegur. En að sumuleyti glíma fjölmiðlana í jafnvægi á milli þessa og með þess að stundum eins og útvarpið sig eiginlega nærði að vera að það virkar ekkert í útvarpi nema það sé einhvern veginn sagt út úr persónunni. Og sjálfum sér getur sagt að svona pistla og fleiri skrif og svona, en það svona auðveldar að hanga hérna í víravirkinu í texta. Það eitthvað við útvarpi sem að kallar á að sá sem sé að tala, að maður upplifi að þetta sé eitthvað svona sem að tala við mig. Það ekki? Já, það eitt uppleggið. Ímyndaðu þér að þú sért að tala við eina manneskju sem þykir svolítið væntum og talaðu bara við hana. Til þess að það hjálpar manni að mynda þannig kontakt. En ég sagði á þann að vera svona útvarpskrakkir, þetta væri bara bæði kostur en líka galli. Gallinn sá að ég alveg upp og allt það og þetta rennur mér í mörg og bein. En svo fer ég að vinna þarna og fyrst með skólanum á sumrin og eftir að hafa verið alin upp að þessu fólki meira og minna og þetta verður lífstíl sem þróast áfram með tímanum og persónu upplifun mín sú að útvarpsmennskan hafi orðið of stór hluti af þér? Af mér. Ég gat aldrei greint almennilega á milli mín og útvarpsins. En ég meina á þetta ekki við svo margt, ég meina það fólk sem yrkir, sem getur ekki greint sundur sína upplifun á heiminum og skáldskapinn og smátt á byrjaru að allt sem þú sérð og heyrir þá að meta það út frá sjónarhólið þess hvort þú notir það í ljóð eða eitthvað og þannig eru fjölmiðlamenn að mörgu leyti ég meina það stór hættulegt að hitta mig út á götu ég fyrir strax að meta hvort ég geti fengið viðkomandi við þú veist, stundum er fólk ekki að hitta mig heldur bara að hitta mann sem bara að reyna að breyta öllu í lífinu yfir í eitthvað fjölmiðlarni En þetta
gerði mér lífið svolítið erfitt. Já. Þannig að Ríkisútvarpið gaf þér ýmislegt. Gaf mér fullt, en það var líka bölvubyrði. Já. Það var líka bölvubyrði. Já, og líka mér að kenna því ég gat aldrei greint þetta almennilega í sundur. Og gasta ekki að því að þú varst lokkuð þarna inn sem barn. Ég bara átti einhverja kostu vör. Þú kynntist í áður en að þú hafst komið með svona persónulega dómgrind að geta setta í einhverja tildina hillu í saman. Algjörlega. En þess vegna fannst mér ég að verða að hætta. Og til að geta orðið sjálfstæðmanneskja. Já, til að geta losna við þetta, til að geta greint þetta. En það að vera með daglegar dagskrár, ég þarf ekki að segja þetta. Nei. Þetta töluvert álag. Og þegar að illa gengur, stundum þetta leikur. Já, stundum þetta leikur, en stundum þetta ósvalegt kast. Já, ef það hyggstara þá það... En það þýðir að maður var alltaf á tánum. Í árásarmót. Og sko ekki á neinni sjálfstýringu heldur bara. Sem þykir ekki gott. Nei, og mér gengur svo illa að losna við það. Og nú ég bara orðin virðulegur eldri borgari. Og ég á fullt í fangi. Með stressið. Og ég var að gera þetta núna og ég var að klára þetta. Meinarðu þetta deadline, að lifundu deadline hafi farið illa með taugakerfið? Í mínu tilfelli, já. En það náttúrulega eitthvað fallegt eins og stundum við deadlineið. Það getur orðið svo powerful, sko. Að þegar það kemur... Svo bara koma bara hugsanir. Maður að kapna í hugmyndum. Já, þess vegna held ég að fólk sækir svolítið eftir því að vera. Þetta náttúrulega fík. En svo náttúrulega þegar maður eldist, að þá ámaður, ég held að eigi við alla. Að þeir eigi erfiðra með að þola þetta álag sem að kemur. Já. Það er slítandi. Já, og í svona síðuðu samfélagi að þá væri fólk á okkar aldri, við varum komið með svona vikulegan pistil einhvers staðar. Það sem við þyrftum ekki að lifa undir þessu, en það væri hægt að nota einhverja sko reynslun okkar og þekkinguna og sko sýnina sem að hægt og bítandi byggist upp. En það er aldrei verið hérna á Íslandi, sko. Það er bara, fólk er bara notað og svo bara spýtir velinni út, sko. Ja. En ég hef prófað þetta líka, að vera bara með vikulega pistla og þá fer ég þetta far. Já, var það vont? Það er eins og það gefur mér, þá fyrst fer hugmyndaflugið á stað, sko. Ja, það getur við svo gaman að vera með eins og vikulegan pistil. Ektum menn skrifa, ég held ég að veri bara í 3 eða 4 ár, leiðar á hverjum einasta degi. Og það hljómar eins og það sé bara, vá, hvernig er það hægt? Málið það að það bara opnast heilastöð sem er leiðari og það bara sogast allt sem þú sérð og heyrir og það bara raðast þar inni. Já, þetta er eins og púsluspil. Já, svo sestu á þess að hafa nokkuð tímann hugsaða raunverulega og skrifar út leðraði. Og svo er annað líka í þessu og það er í sambandi við sagnfræðina. Er sem sagt áhuga menn á sögu, manns og heims. Sko, þróunin er svo óbásleg í hvað ég má segja, fornleifafræðum, erfðafræðum. Það stendur ekki steini við steini. Þess vegna ennþá meiri ástæða til að gefa sér svolítið frjálsum taum í að skekkja myndina, að spyrja spurninga. Og mætti vera, því við erum að tala Ríkisútvarpið, mætti vera áhersla þar inni að koma til með okkar svona endurnýjun sögunar sem er eitt af því sem er hvað hættulegt í samfélaginu, hvað sagan hefur lítið endurnýjast og verið að láta okkur lifa inn í gamalli sögu. Við sjáum þetta bara í pólitík út allan heim, skona, make American great again og make India great again og make bara hvað sem er great again, Russia great again og sem eru bara gamlar sögur sem eru að mæta líklega vegna þess að okkur hefur bara ekki tekist að endurnýja söguna. Nákvæmlega og líka vegna þess að okkur ekki tekist að sko forðast mistök mannkynsins. Það er vist ekki hægt, sko. Þú getur lært það. Það er einhvern tekist að læra mistökum annarra. En þú varst að tala við Sigurð Gylfa. Og ég meina persónusaga. Það var bara upplifun fyrir mér. Að sem sagt losna úr viðjum ártala og konungsætta
og Sesars og Alexanders mikla. Losna líka við þessa yfirsýn Guðs Já, og söguna já. og fara bara inn í eina mannesku og skynja samfélagið og stöðu hennar út frá henni. Þetta var bara svo... Ég held að fyrir fjölmiðlamenn að svona að ég veit ekki, kannski eru flestir kannski bara í módelinu. En ég held að allir sem að hafa verið í þessu fæi sem við erum í átti sig á þessu. Af því að það sumuleyti eru sko sögurnar, annars væri ekki verið að byggja sko frásögn af námuverkamönnum í Wales 1966 nema fólk hefði trú á því að með því að horfa á lífið út frá sjónarhóli þeirra að þá opnast sko einhver önnur. Já, allt önnur sýn. Allt önnur sýn. En hún er til. Ég veit það. En hún er bara vanrækt. Já. Og kannski með að ef við tökum að sjóðarútvarpið og að ríkisútvarpið vernda íslenska menningu, að þá held ég að við förum kannski frá, segjum bara 1950, svona hugmyndum að það sé ykkur ein menning, yfir í það svona meira rót, en að sömuleyti þá finnst mér sko þrýstingurinn á því að það sé ykkur ein hugmyndum íslenska menningu sem að ríkisútvarpið eigi að vernda og verja okkur frá ykkurum öðrum sé vaxandi, sem sést bara á hótunum kæru út af kynhlutlausum áli og öðru slíku þrýstingurinn. Líka í sambandi við hvert er sjónarhótt ríkisútvarpsins, það hlýtur að vera stjórnvalda sem almenningur kýs, yfir í það það var að vera hleypa í gegnum sig ólíku sjónarmiðum almennings og vera svona degla og eitthvað svoleiðis, yfir í því að, og mann var þá mjög áberandi í COVID og sérstaklega í ríkissjónvarpinu, þar sem að allt í einu verður bara ríkisútvarpið rödd stjórnvalda. Og bara sem skýla sér á bakvið þar. Já, og ein lína í öllum málum og ég var að hlusta útvarpið daginn og þá kom enn einu sinni, var sagt sko allsherjar innrás Rússa í Úkraínu og ég sagði, af hverju ætli ríkisútvarpið að segja allsherjar innrás? Það heitir bara innrás í svona venjulegu máli. Þá er þetta náttúrulega lína sem er gefin út frá NATO að viðbröðin við þessu að vera þannig að Rússland ætla að taka yfir alla Úkraínu sem er alveg umdæmilegt mál. Þannig að minnst það bara svona eitt dæmi það hvernig ríkisútvarpið tekur að sér að vera málpípa stjórnvalda. Það er ekkert sem að segja ríkisútvarpið að vera með skilgreiningu á því hvort það sé allsherjar innrás eða venjuleg innrás eða að markmiðið sé að taka austurhluta Úkraínu, við bara höfum ekki hugmynd það sko. En af hverju er ríkisútvarpið svona auðkeypt í það að taka einhverja tiltekna línu? Það sama má segja Gaza eða semst. Já. Það sem er alltaf einhver málpípa Ísraelsstjórna í öllum kvöldfréttum. Já, og líka, sko, það málpípa, af hverju er ekki gerði þættir hvað er hann á bakvið? Af hverju er þetta svona? Hverjir komu fyrstir? Skiptir það einhverju máli? Við erum hægt að trúa, nefnum í gæsalöppum, á að við séum að keltnesku konungakíni og germanskum hetjum komin. Við segjum það og flíkum því, en við meinum það ekki. Við erum bara komin að alls konar. Þrælum og vinnufólki sem að... En það verður að útskýra fyrir fólki, sko, hvað síónismi er. Hvað er þjóðernishyggja versus bara ættjarðarást. En það er ekki gert. Nei. Og ég hef verið að gagnrýna ríkisútvarpið svona undanförnu, til dæmis svo þetta húsnæðismál. Ég tók einhvern tíma saman hvað leiði langur tími að tala við leigjenda og það var fyrsta viðtalið sem var við Guðmund Hrafn Arngrímsson og þá fletti ég í gegnum RÚV.is og síðasta viðtalið hafði verið 4 árum áður við leigjenda í félagsbústofunum að því að kviknaði í íbúðinni í næsta nágrenni og þetta er á tímabili sko mestu húsnæðiskreppu í Reykjavík bara líklega var hún verri eftir stríðsárunum og ég hugsaði sko hvað gerðist eiginlega? Af hverju er ríkisútvarpið ekki að dekka þetta stórkostlugu samfélagsbreytingar sem eiga sér stað á leigumarkaði og líka það er bara séreignarstefna sem að við ólumst upp að væri eitt af hornsteinum íslensks samfélags. Hún er löngu fallin og það vita því allir en það bara hefur ekki verið. Þannig að það er svona hlutverk ríkisútvarpsins að fjalla mál sem eru mikilvæg í samfélaginu. Sannarlega. En það er bara forðastir eins og eða það er ekki gert. Eða hafa ekki bara þeir hafa náttúrulega útvarpsráð yfir sér sem segist ekki skipta sér að dagskrárgerð sé bara rekstrar
sem er, Já. En þá er það bara útvarpsstjórinn sem er æðsti yfirmaður dagskrár já, og líklega það bara ringt í hann. Þú hans á símanum að það er ringt og það er skammast ef það er farið yfir línuna. já. En nú erum við að tala um svona hvað ríkisútvarpið gæti verið. Já. Og það er hluti af því sem að fjölmiðill er. Það er annars vegar hvað hann er og hvað hann getur. Svo er það hvað hann vill og hvað hann ætla sér. Og stundum er ójafnvægi að getur verið út af efnahagslegum ástæðum, að fjölmiðill vill gera alveg stórkostlega hluti en hann bara ræður ekki við það, eða það getur ýmsar ástæður fyrir því. En svona ef maður færi það hefur orðið breyting kannski frá því að þú fættist inn í ríkisútvarpinu á því hvað ríkisútvarpið vill vera. Mikil breyting. Kannski, ef mér datt í hug, kannski það sem við ættum helst að vera að ræða sko. Því að ríkisútvarpið getur náttúrulega ekki orðið neitt sérstakt ef það veit ekki almennilega hvað það vill vera. Skilgreiðin sé ekki almennilega. Nei, þú verður aldrei neitt gott óvart, sko. Nei. Fyrst þarf að koma draumurinn, eða ekki? Jú, og svo þarf að stefna á honum og minna á honum. smíðan og... En án draumsins, Já. þá er þetta bara eitthvað, þá ertu bara að reyna að fá ekki of harkaleg símtöl. Já. Hann var alltaf góða. Það var alltaf góða. Sem getur orðið, sko... Það er náttúrulega bara banamein, sko. Já. Og við sjáum hvernig það er ekki alveg en að lesa dagskrárna, sko. Bara á netinu. Að þarna er pottur brotinn. Þú hættir fyrir 20 árum að þarna eru margir, sumuleyti er dagskrár Rásar 1 að einhver leyti með sama ramman og var þar, eða ekki? Já. Þá var þetta komið þannig að morgunútvarpið, þáttur samfélagsmál, fyrirfréttir og annar eftirfréttir, eitthvað svona stakir þættir og svo endurtekningar og svo víðsjá og svo er búið að kljúfa víðsjá í víðsjá og lestina. En annars er þessi rammi meir og minna Já, sami. þetta er gamli rammin bara. En það hefur ekki verið svona formleg endurnýjun. Þar á undan og sko morgunútvarp, sem sagt, ég var eins og kölluð, Margrét og Ævar kölluðu mig heim úr sumarfríi í Munanesi og þá var verið að smíða morgunútvarp, miðdegisútvarp og síðdegisútvarp. Og Ævar var með ég var með síðdegisútvarpið eða átt að vera með það og tók það að mér. Og þá var ég komin inn í sko mannaráðningar og launagreiðslur og þetta var ekki mín deild sko. Það er eitthvað verið að gera þetta. Eitthvað verið að gera þetta, já, en þetta er byrjunin á þessari þróun sem þú varst að tala sko. Að búta svona niður og en það er ekki til neginn endanleg. Nei, áður var þetta svona rússibannað dagskrá. Já. Það sem að, herðu, nú erum við hægt að tala um bókmenntir og næst er harmoníkuþáttur. Og það, þú veist, bara, hlustandi var bara, í eins konar rússibanna. Já, það bara, þú veist, það var eiginlega enga líkur á því að efnið, ef þið líkaði efnið sem var núna, þið myndi líka efnið sem var næst. Og þá kemur eitthvað svona vilji til þess að hafa svona eitthvað tón í gegnum þetta sem að og er ennþá. Það er svona eitthvað svona... En hinn er kannski skemmtilegri. Þannig að rússibannin. Það er svona meira frelsi að skjóta inn einhverju skengilegu, sko. Já. Svo Ævar talaði um það að þessi tilneying sem að þú ert með þessa mannlegu þætti og þú ert með morgunútvarpið og þú ert með síðdegisþættina í menninguna, að þá er þetta meira og minna fólk fær gest í stúdíu og spjallar. Þetta er ódýrt efnið. Þetta er efnið sem að við ráðum við að búa til hér. Við ráðum ekki að hafa raunverulegan undirbúning, við ráðum ekki við að hafa eftirvinnslu. Þess vegna erum eða flókna dagskrárgerð. Nei, flókna, við höfum ekki peningin í það, sko. Þetta er við með kannski bara 2% af öllum peningunum sem að ríkisútvarpið með, sko. Við talum ekki Morgunblaðið. Það er Morgunblaðið, þannig að við erum bara, við þurfum að byrja þar og kannski tekst okkur að vaksa þannig að við getum gert meira. En ríkisútvarpið finnst manni að ætti að ráða við meira heldur en þetta, því að þetta er umverulega, sko... Nútíminn er trunda.
útvarpið sem ég þekkti á uppvaxtarárum mínum var til húsa á Skúlagötunni. Það var á neðstu hæðinni var innheimtudeildin, á 4. hæð var fréttastofan og auglýsingastofan og símstöðin. Á 5. hæð voru fjármálin og starfsmannahald og útvarpsstjóri og risastóra stúdíóið fyrir tónlistarupptökur og slíkt. Og á 6. hæðinni var leiklistarstúdíóið og önnur stúdíó og þulastofa og magnarverðir sem þá hét. Nú heitir það útsendingastjórar. Og meira var það ekki. Það var aldrei talað peninga. Fólk kom inn af götunni og bauð út á sefni og dagskrárfulltrúar beindu þeim tilboðum áfram til dagskrárstjóra. Og svo kom að því að við fórum að leita eftir dagskrárgerð, það er sem svo hugmyndum hinn á þessara dagskrárgerð og hvort þeir væri til í að taka hann að sér. Og svo bara breytist allt með. Áttu við með þessu að einu sinni var, kemur fólk og vill koma efni inn á dagskrána og þannig það er tengsl út í samfélagið. Já. Síðan fer Ríkisútvarpið að leita að þessu tengslum og fá fólk inn. En þú áttu þetta sé að lokast núna, að eina leiðin er eiginlega það sem þú sé búið að koma sem viðmælandi í eitthvað þátt. Mér finnst það, já. Og líka það að þetta einstefnu dæmi alltaf og náttúrulega kapitalismin og markaðshyggjan. Það sem allt þurfa að kosta og allt er mælt. Já, allt er mælt og allt er mælt í peningum. Stúdíótíminn kostar. Já, þess vegna þurfa dagskrárgerðirnar að vera alveg ógeðslega þjóðir. Og ekki eyða þessum tíma í vitleysu. Sem er erfitt að höndla, því að stundum þarftu meiri tíma og stundu gengur þetta og stundu gengur þetta vel. Nákvæmlega. Stundu gengur þetta bara alls ekki. Og meinar að verður þá meiri svona verið að ýta á eftir, þannig að og þá er tilhneigingin oft svo að þá bara reynir að endurtaka sama þáttinn aftur og aftur, fylla upp í got, slott, þá svona minnkar. Nefnum þú fáir tækifæri til að gera alls konar í, þú veist, maður gerir stuttaþætti, kannski korter, klukkutímaþætti, er í beinni útsendingu í 2 tíma. Ég, stundum, þá getur maður gert rosa mikið lengi, en maður verður alltaf að fá eitthvað svona tíma til þess að endurnýjast einhvern veginn, af því að þú sérstaklega þegar þú komið með svona reynslu og svona getur þú farið svolítið langt á svona gömlu stælum og svona Já. En á endanum þá getur þetta þig upp, að þú, þú hættir að sjá möguleika sem þú hefðir geta séð. Nákvæmlega og það er svo eyðandi. Já. Og maður verður að sportna svolítið mikið við þessu, sem ég viðurkenndi verið að stresselementið og að tippla alltaf á tánum. Það er svona, meðal þessu sem ég velt fyrir með þessu formi á dagskránni, Ég hef verið ritstjóri á blöðum og svona, og þá var ég alltaf að fikta í forminu, þannig að yrði aldrei logn til þess að því okkur hættir oft til þess að bara vinna upp í sama aftur og aftur. Það heitir að vera alltaf í sömu sporum og hefja sig ekki upp úr. Þess vegna er sniðugt að hræra svolítið í þessu, og að það sé ekki alltaf klukkan 8:30 viðtal þetta málefni. Það sé alltaf viðtal við sama mannin einu sinni í viku á þriðjudögum klukkan 8 sama málefnið.
Það er náttúrulega allt í lagi að styðja sig við það í kannski misseri en ekki í aldarfjórðung. Eða lengur. Eru hlustarar á sitt? Ertu með hann alltaf í gangi svona? Ég hlusta ekki eins mikið á hann og ég gerði. Áttu útvarp? Eða hlustar í tölvunni? Nei, Já, nefnilega ekki útvarp, sko. Ég hlusta bara í tölvunni. Nei, ég á bara útvarp. Ég hef allt í gangi. Já, í einu? Ekki í einu, nei. Ég lækka til dæmis þegar rauðaborðið er að dagskrá eða þið bræður og gestir ykkar þar. Og þá bara slekk ég sko á RÚV. En annars værirðu með RÚV alltaf í gangi svona? Já, þetta er bara uppbyrðisatriðis. Ég er svona líka sko. Þú veist, ég kveikja RÚV sko, annars að ég sé að leita að neinu sko, það er bara notalegt að hafa þetta í gangi sko. Og svo kannski get ég verið með þetta í gangi í klukkutíma og ég var aldrei að hlusta. Nákvæmlega, þetta var bara þannig að rappa fyrir þig og spila fyrir þig. Já, þetta er svolítið sérstakur miðl. Kannski eru við bara síðasta kynslóð sem að notar útvarp svona. Ég veit það ekki. Útvarp náttúrulega er að rísa upp aftur í gennum podcast og Já. Og þá, það sem er svo merkilegt við það, að þá til dæmis breytist lengdin, það sem hafði verið í línulegu dagskrá verið að þétta allt niður og ekkert máttu vera lengur en 12 mínútur og eitthvað svona. Svo kemur podcastið, þá allt inni kemur í ljós að kannski var þetta bara eitthvað rugl. Þetta með... Ragnheiður Gyða, því miður þá komast ekki lengra með þetta mál vegna þess að við ættum að skipta yfir í, þú veist, kannski var þetta bara allt saman rugl. Já. Þessi rosalega tímapressa að við hefðum ekki tíma til þess að setja okkur inn í nokkur mál eða kannski var þetta bara... Og þetta er ennþá. Nú er tíminn liðinn og við erum að hætta að finnast í silfrinu, það sem er að ræða og búið ákveð eitthvað fyrir þáttin að ræða um eitthvað 4 mál. Því miður komumst ekki lengra með orkumálin að því við ætlum að ræða, en af hverju maður ekki bara klára og ná okkur botn í umræðinu um orkumálin? Þetta er það. Það er allt í skemum. Já. Kannski þarf bara eitthvað svona... En kannski er það þess vegna líka sem að þið á samstöðinni eruð að gera eða sækið á. Já. Að þessi tegund er kannski bara þægilegri fyrir hlustandan. Já. Eða áhorfandan. Hér er bara verið að tala saman. Já. Eins og var svo sem gert, sko, ég meina, maður ekki eftir kvöldgestum. Jú, það var til, en það fór eftir persónum. En útvarpið fór svona meira að var að sjá fyrir sér hlustandan sem að væri kannski í síðdegis umferðinni að skutlast með börnin. Það var einhvern veginn þannig sko hlustandi. Það getur verið að það hafi bara skipst út hvernig þú sérð fyrir þér þann sem þú ert að tala við. Ef þú ert að tala við eitthvað sem að má ekki vera að því að hlusta á þig. Það er annað sem kom með podcastinu. Af því að útvarpið og sjónvarpið er svona broadcast. Það fer til allra. Og í grunninn til er útvarpið og sjónvarpið að reyna að halda í sófanum litla barninu 5 ára og úlingnum og ömmunni og öllum að saman. Þannig að þú ert að reyna að búa til eitthvað dagskrá sem að öllum líkar, sem að er eiginlega ómögulegt. Allir geta tekið þátt í. Sem er eiginlega ómögulegt. Svo þegar podcastið kemur og enginn kemur inn í salinn nema það sem eru áhuga á efninu, að þá bæði lengist tími sem þú getur haft og hvernig þú talar um hlutina og breytist. Og kannski þar bara ríkisútvarpið og útvarpið bara almennt að bara endurskoða sjálft sig eftir þessi áhrif sem að verða af, ég held að podcastið hafi haft gríðarlega áhrif. Já, það er kannski ekki, ég veit ekki, það er svo langt í henni að koma þangað, ég veit ekkert hvað menn er að hugsa þar. Eða hvort þeir halda bara sinni línu. Og af hverju gera þetta? Af hverju taka ekki þátt í breytingunum? Akkur útvarpar er ekki raunveruleikanum. Það náttúrulega eru útvarpsfólk sem er að reyna það sumstar. Það má ekki gleyma að því að stundum maður að tala um fjölmiðla, þá maður að tala um svona fjölmiðlana. En mér hætti til, ég vil stundum aðgreina þetta. Fjölmiðlana geta verið reyna að selja fólki sátt við óbreytt ástand og allt þetta, en síðan blaðamennskan er oft einstakir fjölmiðlamenn sem að stundum er að reyna að ná einhverju fram inn í dómkirkjunum, stundum bara eitthvað sjálfstætt úti á vettvangi.
Og það náttúrulega það sem lifandi við fjölmiðlun og blaðamennskuna, en kannski stofnanirnar og fleira geta verið sko aftrandi og skaðlegar og ég algengt að blaðamenn rugla þessu saman, eins og þegar maður að tala fjölmiðlana eins og maður segja gagnrýna þá persónulega. Nei, ekki gagnrýna fjölmiðlana, en það þessi ósk sem við erum þá minnstakosti náum saman þarna, að það gerist ekkert ef að fólk hugsar ekki. Ef að stjórnendur og starfsmenn ekki meðvitaður hlutverk sitt og ég segi ekki skyldur en til hvað sér ætlast. Það verður að vera dagskrárstefna per se en ekki sko fangelsismúrar og rammar og einagrunarklefar. Ég alveg samanlega þessu. Ef þú veit ekki bara linnulaust allan daginn að hugsa sko tilganginn, þá þetta eins og labba upp rúllustiga sem vill fara niður. Já. Ef þú ert ekki linnulaust að labba upp, ná honum. þá bara ferðu niður og þessi rúllustigi, hann nær alveg rosalega langt niður. Þannig ef þú gleymir þér í sko eitt misseri, þá ertu komin alveg. Þá ertu vondum málum. Því að þetta svona sísköpun að halda fjölmiðlum á lífi. Já. En stofnanir vilja það ekki. Kannski geta það ekki. Ég meina þetta eitt hlutabréf, hann í skúfu. Já, eiganda sem vill ekki eiga þetta. Já. Furðulegt. Herðu, Maggi, takk fyrir að koma hingað og spjalla þessu ríkisstörfið. Takk fyrir. Bæði setna til þess að fjalla þetta. Ég heyri þetta þér hjartasmál og þú hafa verið 20 ára að reyna að slíta þig frá þessu. Já, en þá var ég búin að, þú veist, þá var ég orðin, sko, þá var ég búin að vera þarna í 40 ár, meira og minna. Og ekki sem dagsverkefnamaður eða vinnandi, bara alinn þarna upp og það var allt vinir mínir og ég á barni í leikritunum og svo fór ég í miðbæskólann og þá var söngkennarinn með barnatíma í útvarpinu. Það kom ekkert pappa við. Og hann lét mig lesa sögur í barnatímanum. Sástu myndina, hvað hétum eftir? Þetta 1900. Barnið sem fæddist í skemmtifræðskipinu og móðurinn skildi eftir. Nei. Og síðan var alið upp í skipinu. Komst til manns í skipinu? Já, ég gat aldrei farið það því að hann var ekki til, sko. Til ekki neinu þjóðuríki, þannig gat hvergi farið í höfn. Og ólst upp með kólamókorónum í vélarúminu og öllum stjettunum og lærið að spila á píanó. Og vann við það sem fullorðinn maður. Ég er ekki að segja að þú sért þannig að það liggur við. Já, það má svona draga ýmsar álektanir. Og velst ýmsa sali í ríkisútvarpsins. Já, sannarlega. Takk aftur. Takk fyrir mig. Já, þetta eru lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Aggi kærlega fyrir öllu gestunum sem hafa hingað komið og Oddný Eir fyrir að aðstoða mig í kvöld og Pétri fyrir að taka upp og senda út, en ykkur fyrst og fremst sem hafi staldra hérna við og hlustað og breytt þessu spjalli okkar í fjölmiðlun. Ég ætla að minna ykkur á að samstöðin hefur byggst upp á góðri afspurn. Þannig ef að ykkur líkar eitthvað efni hérna, þá ætti endilega að segja vinum á vandamennu frá því og þá kíkir fólkið á efnið og þar með stækkar dreifikerfið okkar og við náum til fleiri. Þið getið bent á að það má finna efnið okkar á Facebook, á YouTube og öllum hlaðvarpssveitum, bæði undir nafni Samstöðurinnar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu 89,1 á Stórhöfuðborgarsvæðinu, það má sækja þær útvarpssendingar líka á spilarann. Og spilarinn á netinu, spilari.is, en spilar líka app sem má hlaða niður í síman og þá getur hlustað á Samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar, hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem að skipta við síman, þar erum við 5 á fjarstýringunni. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá Samstöðunni 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum Samstöðunnar. Samstöðun hefur byggst upp á framlagi áhorfenda og áheyrenda. Áskrifenda. Það er 40.000 manns samkvæmt könnunum sem að horfa á þætti Samstöðurinnar einhvern tímann í vikunni.
1350 af þeim hafa kosið að gerast áskrifendur og eiginlega allt sem þið sjáið og heyri hér í boði þeirra. Ef þú vilt taka þátt í uppbyggingu samstöðunar, að efla þennan umræðu vettvang og fjölmiðl, þá getur þú gerst áskrifandi, kostar 2.500 krónur á mánuði. Þú ferð þá inn á samstöðun.is, það hnappur sem ástendur áskrift og það getur skráðið. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem kjósi getur látið áskriftina að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta búið hjá okkur í kvöld, það verður ekki rauða borðið á morgun, við erum með svona losaragang yfir júlímánuð, þetta svona hálf sjónvarslaus júlí. En ég ætla að vera hérna aftur á föstudaginn, klukkan 16 í eftirmiddaginn, þá ætlum við að hafa vikuskamt eins og vanalega, þá koma hinga gestir og ræða fréttir vikunar. En þangað til segi ég bara góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.